Þá það fjórði liður í útsendi dagskrá, ákvörðun sameiginlegt mat eða ekki, Sprengisandslína og aðrar framkvæmdir. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 11. liður í fundargerð skipulagsnefndar frá 24. febrúar síðastliðnum. Lagt var fram bréf Skipulagsstofnunar frá 4. desember 2015 þar sem óskar eftir umsögn Akureyrarbæjar varðandi sameiginlegt mat Sprengisandslínu og annarra framkvæmda. Skipulagsnefnd telur að skilyrði laganna varðandi samráð við Akureyrarkaupstað sem leyfisveitanda sé uppfyllt. Skipulagsnefnd vísar erindinu til afgreiðslu bæjarstjórnar. Hér með tillögu að bókun. Bæjarstjórn Akureyrar telur eðlilegt að túlka aðra málsgrein 5. grein laga númer 106 frá árinu 2000 mat á umhverfisáhrifum þröngt. Enda má deila hvort þær framkvæmdir sem tilteknar eru í bréfi Skipulagsstofnunar séu háðar hvor annarri þótt þær komi fram í kerfisáætlun. Samkvæmt áliti lögfræðingssambands íslenskra sveitarfélaga forsenda þess að heimildin verði beitt sú að fyrir liggi með óyggjandi hætti að tekin hafi verið ákvörðun fyrirhugaðar matsskyldar framkvæmdir, þannig að leggja megi raunhæft mat á hvort þær eru háðar hvor annarri og feli í sér sammögnunarferli. Ljóst hins vegar að krafan sameiginlegt mat Sprengisandslínu og annarra framkvæmda mun tefja fyrir brýnum úrbótum í orkumálum á Norðausturlandi. Bæjarstjórn Akureyrar leggst því gegn sameiginlegu umhverfismati. Hér með þessi tillaga lögð fram. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið laust. Sóley Björk, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að gera grein fyrir atkvæði mínu og mig langar kannski að byrja að segja bara eins og í mörgum öðrum tilfellum sem varða orkuöflun og orkuflutning þetta mál flókið og það eru fjölbreyttir hagsmunir undir. Það má segja að það eru hagsmunir Landsnets sem vill flytja sem mesta orku til stórnotenda landið og jafnvel utan lands með sem minnstum tilkostnaði. Það eru hagsmunir virkjana sinna sem virðast stundum helst vilja virkja hverja einustu sprænu í landinu og sjá engin önnur not fyrir náttúruna. Það eru hagsmunir náttúruverndarsinna sem vilja að náttúran njóti alltaf vafans og benda á að óspillt náttúra sé að verða ótrúlega sjaldgæft fyrirbrigði í heiminum og hana með auðveldlega meta til fjár þó annars konar mat sé líklega eðlilegra. Það eru hagsmunir bæja eins og Akureyrar sem snúa að því að fá nægilega mikið rafmagn á staðinn til að eiga fjölbreyttari möguleika í atvinnuuppbyggingu og eflingu lífsgæða íbúa sinna. Og Sprengisandslína gríðarlega umdeild hugmynd og ég skil mjög vel að margt fólk vilji allt til þess vinna að koma í veg fyrir að hún verða veruleika. Ég hef sjálf þá skoðun að hugmyndin sé slæm og að gegn henni beri sem flestum að standa. Og það ljóst að verði óskum sameiginlegt mat Sprengisandslínu og annarra framkvæmda sem telja má til byggðalínu framkvæmda að veruleika, mun það tefja framgang Sprengisandslínu sem gott. Hins vegar mun sameiginlegt mat á sama tíma tefja framgang byggðalínana frá Blöndu til Akureyrar og milli Akureyrar og Kröflu sem slæmt fyrir okkur Akureyringa. Og sem bæjarfulltrúi Akureyringa þá ber mér auðvitað að horfa til hagsmuna bæjarins, þó ekki gangi að auðvitað útiloka hagsmuni heildarinnar, enda eru hagsmunir náttúrunnar hagsmunir okkar allra, líka Akureyringa. En þegar kemur að Sprengisandslínu þá mun ég beita mig gegn henni þegar að því kemur. En í þetta sinn tel ég ekki verjandi að fórna miklum hagsmunum Akureyrar fyrir tilraun til þess að tefja fyrir þessari ósvinnu sem ég vil bara segja, sem að Landsnet hefur lagt fram í sinni kerfisáætlun og mun kljúfa okkar ósnortna hálendi í tvennt. Enda ætti Landsnet að hafa séð sóma sinn í að vera löngu búið að styrkja byggðalínunar hérna á Norðurlandi í stað þess að eyða tíma sínum og fé og kröftum í að reyna af öllum mætti
að komast hjá því að ná sátt við landsmönnum lagningu raforkukerfisins. Þannig að ég tek undir þessa bókun. Takk fyrir. Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði bara að koma hér upp og lýsa stuðningi mínu við þessa bókun og bara benda á það sem reynda að koma ágætlega fram í máli bæjarfulltrúa Sóleyjar að verkar að það skiptir gríðarlegu máli hvort að þessi leið eru farin að fara í sameiginlegt umhverfismat á Sprengisandslínu og þeim línu sem voru nefndar hérna, Blöndulína 3 og Kröflulína til Akureyrar. Líka vegna þess að umhverfismat er að mestu lokið á Blöndulínu 3 og það er svo framkvæmd sem liggur fyrir að fara í hingað til þess að leysa okkar mál fyrst. Þannig að það yrði alveg klárlega og liggur alveg ljóst fyrir að staðfesta á fundi í dag. Það myndi valda gríðarlegum töfum á þeirri framkvæmd. Þannig að þetta kemur raun aldrei til greina. Og við erum bara að staðfesta þá okkar skilning á því með þessari bókun og taka þá undir það sem fram hefur komið í sveitarfélaginu Skagafirði og Hörgársveit. Takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Það sem enginn hefur hvað sér ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt þessar skeiðumerki.